En við vorum að ræða aðeins áðan Eyjahopp verslunarmannahelgina og það Jón Grétar hjá Atlantsflugi sem á línunni og mér langar aðeins að fræðast nánar þetta. Heill og sæll. Sæll og blessaður. Eyjahopp, hvað það? Eyjahopp, já, það angi af Atlantsflugi. Við erum að hoppa á Eyjar. Já. Og við höfum verið að því síðan í vor snemma. Er þetta nýtilkomið? Nei, við erum búin að vera að í 10 ár. Já, ok. 10 ár afmæli núna, en við fórum að blanda okkur í Vestmannaeyjar í vor og höfum verið að fljúga með túrista út frá Bakkaflugvelli, erum að endurvekja Bakkaflugvöll með Ísafía og erum að þjónusta Eyjarnar og fyrst og fremst ferðamenn yfir sumarið. Já, og þú talar að þjónusta Íslendinga sem vilja fara til Vestmannaeyja. Akkurat, þú talar að endurvekja Bakkaflugvöll, hann ekkert búin að vera starfættur eða? Nei, ekki síðan flugfélag Vestmannaeyja hætti í 2010, þá hefur þetta svona verið í hálfgerðu skutulíki en við ætlum að reyna að færa líf hérna aftur, gera þetta miðstöð flugs á Suðurlandi. Algjörlega. Og hvað þið með margar flugvélar sem standa í þessu? Sko, í stuttumáli, 10 flugmenn, 3 flugvélar, 18 farþegar í ferð, 54 á klukkustund. Já. Byrjum 9 og 15 morgun. Fljúum linnulaust alla daga fram á mánudagskvöld. Já. Og brottförir verða á alltaf 20 mínútna fresti ef þörf krefur á. Hvað þið lengi að fljúga þarna á milli? Þetta á stærri vélunum erum við nú ekki um eitthvað 3-4 mínútur. 3-4 mínútur, já. Já, þetta 6 mínútur eitthvað svona á tvekjarifla vélunum. Já. Já, eins og vélunni. Já, einmitt. Þannig að, svo veit ég að þið eru með leik í gangi á Facebook. Já, við erum að safna lækum eins og það heitir og deilingum og ætlum að draga út 4 seti á mánudagskvöld. Glæsilegt. Yfir einhverja heppna sem deila okkur. Já. Og bjóða þeim frítt fram og tilbaka. Brottför af vali. Nákvæmlega. Þú ert, flugmaður vantarlega? Já, ég einn af þeim og verð þarna og samt við bara lókum öllu öðru á meðan og emblínum á Eyjarnar á meðan. Já. Þetta gengur yfir. Flug, er það einn öruggasti ferðamátinn? Já, tölfræðilega ábyggilega ef ég maður rétt. Já. Það mjög öruggur ferðamáti en það mjög stranga reglur í kringum flugrekstur hjá okkur. Í raun og veru alveg sömu reglur og eru alveg sömu reglur og hjá Icelandair eða British Airways eða hvað þú vilt kalla það. Það er bara eina reglur í Evrópu fyrir atvinnuflug og við föllum undir það og höfum gert það allar tíð. Nákvæmlega. Einhver heimasíða þar sem fólk getur fræðst um þetta? Já, þetta sko á Facebook það Eyjahopp. Það linkur á heimasíðun okkar sem heitir flightseeing.is og það bókunarvél. Það eru dagar og brottfarir og þær brottfarir sem birtast undir dögunum eru með lausæti. Glæsilegt. Og ef með þarf þá flegjum við viðbótarflugum. Já, og þið ætlaði að byrja bara strax á 15. morgun og vera alveg fram á mánudag? Já, alveg fram á mánudagskvöld ef með þarf. Það ekkert annað. Síðan erum við náttúrulega bara alla daga að fljúga frá Bakka, bara svo fólk vitið það almennt. Já, og frá mánudaginn til kvölds? Já, mánudaginn til kvölds. Það ekkert annað, það eins gott að hafa hressa og góða flugmenn. Já, þetta alveg úrvalsdrengi sem ég með og sem við engi kvenkisflugmenn í okkur en þó ég verið að leita eftir þeim mjög lengi en það er ekki vilja að koma að fljúga hjá okkur en það verður bara góð og rífandi stemming á Bakka og músík og hugulegheit og það er bara gaman að þessu. Algjörlega, þetta glæsilegt og við hvetjum fólk til að fara á Facebook, það Eyjahopp og taka þátt í lækleiknum og þið dragið svo út 4 á mánudaginn? 4 mánudagskvöld. Og þeir geta unnið sér frítt flug til Eyja. Já, það bara við hvetjum allar þess að koma inn á Facebook á Eyjahopp og deila. Glæsilegt. Jón Grétar hjá Atlantsflugi, takk kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir, sömuleiðis bara. Takk.